Það eru fjórði liður á dagskrá Klettaborg, umsókn heimild til breytingar á deiluskipulagi og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er erindi sem var lagt fyrir á fundi skipulagsráðs frá 29. ágúst síðastliðinn. Lögð var fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga breyting á deiluskipulagi Klettaborgar. Skipulagssvæðið sem breytingum tekur liggur milli vestustu húsanna við Klettaborg og Dalsbrautar. Í tillögunni felst að afmörkuð er ný lóð fyrir íbúðakjarna með 6 íbúðum og fyrirhugað leiksvæði er flutt til norðurs yfir götuna. En lagt er til að nýtt hús á lóð númer 43 skuli taka mið af yfirbragði húsa á skipulagssvæðinu, en húsið verður þó einni hæð lægra en öll önnur hús á skipulagssvæðinu, en þau eru 2 hæða. Tillagan var auglýst til kynningar 30. maí síðastliðinn með athugasemdafresti til 12. júlí og bárust 6 athugasemdabréf á kynningartíma. Sviðsstjóra skipulagssviðs var falið að vinna umsögn athugasemdir sem fylgja hér málinu. Þá er einnig lagt fram minnisblað skipulagsráðgjafa dagsett 15. ágúst 2018 fyrir hönd umhverfis- og mannvirkjasviðs. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagsbreytingin verði samþykkt ásamt umsögnum innkomnar athugasemdir og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annars gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að setja mig upp á móti þessu. Ég bjó nú sjálfur nálægt sambýli í 7 ár og leið mjög vel. En eina spurningin sem ég hef í þessu er að því að svona margir setja sig upp á móti þessu í hverfinu. Af hverju getum ekki vanda betur til vinnubragðanna og haft þessar lóðir sem við erum að skilja eftir auðar, að haft svolítið opið hvað eigi að vera þar. Að þurfi ekki að vera að breyta og fólk fái það svona í baki sem býr þar. Því að greinilega vissi þetta fólk ekki að ætti að koma sambýlið þarna. Þannig að fólk viti gangi að því vísu að gæti komið leikskóli, að gæti komið sambýli eða eitthvað svona opið dæmi. Þannig að við séum ekki alltaf að þræta við eitthvað fólk í þessu dæmi. Takk fyrir. Fulltrúi Hlynur hefur lokið máls sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Bara fulltrúi Þórhallur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég gagnrýndi það í skipulagsnefnd að það hefði mátt auglýsa þetta betur, sem sagt hvers slags húsnæði væri að ræða á þessu svæði. Mér fannst þessar kvartanir ekki allar eiga við rök að styðjast. Húsið er mjög lágt og ekki hægt að kvarta eða skikja útsýnið eitthvað svoleiðis. Það á ekki alveg við rök að styðjast. En auðvitað bætist við þarna ákveðin umferð því að það er starfsemi í húsinu þó svo að þetta sé heimili. Að þá þarf að vera þarna ákveðin umferð sem fylgir þessu. Vaktaskipti og annað, mér skilst að þetta sé starfsemi sem er allan sólarhringinn, er það ekki? Og svona, ég þekki alveg til og móðir mín býr í nágrenni við svona sambýli og það er ekkert hægt að kvart undan því. Þetta er alveg gert til fyrirmyndar hjá okkur að ég held hérna í bænum. Við höfum staðið vel að þessum málum og ég held að þetta hefur ekki haft nein áhrif á fasteignaverði í þeim hverfum þar sem þetta er. En ég mælist til þess í framtíðinni að þegar við erum að skipuleggja hverfi, að við gerum strax ráð fyrir þessu. Þetta eru vandamál sem við lendum í þegar við förum í þéttingu byggðar, að fara að setja niður svona í íbúðarhverfum sem að þetta vissilega á heimi, en í grónum hverfum er svolítið erfitt að vera að setja þetta niður eftir á. Að við gerum ráð fyrir þessu strax þegar við erum að skipuleggja ný hverfi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson hefur lokið máls sínu, fleiri. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nokkur aðeins að koma upp og bregðast við spurningum eða vangaveltum bæjarfulltrúa.
Það er í rauninni í nýsamþykktu alskipulagi áherslur bæjarins það að þétta byggð. Við erum að nýta svæði sem eru opin og getum þétt. Það er hagstæðara og það er betra og það er yfirlýst hjá okkur að reyna það eftir bestu getu þegar það hentar. Þegar við erum að skipuleggja svæði eins og núna í ný hverfi og svoleiðis, þá er þetta hugað að því og það er verið að vinna í því að finna svæði fyrir svona kjarna. Þannig að við munum gera ráð fyrir því í framtíðin en auðvitað breytast áherslur og mennirnir með og þá þarf að bregðast við og það er reynt að gera eftir besta hætti og reynt að upplýsa bæjarbúa eins og kostur er. Það er visst verklag sem er notað til þess að upplýsa bæjarbúa og við munum halda því áfram og ef það er eitthvað sem við getum gert betur í þeim málum þá þiggjum við allar góðar ábendingar. En mér langar svona aðeins til þess að upplýsa bæjarbúa sem eru kannski að horfa þessar athugasemdir, sérstaklega svörin kannski sem voru við athugasemdunum og spurningunum. En í nýsamþykktu alskipulagi sveitarfélagsins er lögð áhersla á þéttingu íbúðabyggðar, líkt og ég kom inn á hérna áðan, með það markmiðið að bæta bæjarmynd og búsetu umhverfi og gefa kost á fjölbreyttum búsetukostum í vönduðu, fjölbreyttu og lifandi umhverfi. Er breytingin í samræmi við þá stefnumörkun sem þar verið að gera ráð fyrir litlu, lágstemdu fjölbýli á svæði sem talið er að megi nýta betur. Í breytingunni gert ráð fyrir byggingu íbúðarhúsnæðis og í deiluskipulagi er almennt ekki tilgreint sérstaklega fyrir hverja íbúðir eiga að vera. Þá kemur einnig fram í reglugerð húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk nr. 370 frá árinu 2016 að slíkar íbúðir skuli vera í almennri íbúðabyggð. Er að ræða íbúðarhús en ekki vinnustað, þó svo að í húsinu verði vissulega 3-4 starfsmenn á vöktum. En ekki er talið að meira ónæði verði fyrir nágranna en almennt gerist lítil fjölbýli og má til dæmis benda á að fjöldi bíla verði væntanlega minni en almennt gerist frá húsum með sambærilegum fjölda íbúða. Umferðin gatnamótin mun ekki aukast mikið með tilkomu 6 íbúða og áhrif aukinna umferðir í gegnum hverfið verður nánast engin þar sem aðkoma að húsinu er beint frá Dalsbraut. Vissulega er það þannig að þegar maður býr í grónu hverfi þá bregður manni þegar á að fara í ykkur framkvæmdir og það er alveg skiljanlegt en ég vona bara að við gerum þetta eftir bestu getu og allir verða sáttir þegar þetta er lokið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ef fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þá bara tillaga að samþykkja tillögu skipulags og þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það.